Kristján. Nú þurfum allir að vera klára á því að setja rétta linkin sinn inn á grúppuna, þannig að þið fáið örugglega linkin ykkar í Rotatorinn þegar við erum að auglýsa saman á Facebook í grúppum. Og til þess að gera það, að þá þurfum við að ná í linkin ykkar sem þið fenguð þegar skráðu ykkur upphaflega í Fantasy Marketing League. Og ég ætla að fara í gegnum það hvernig þið gerir það. Nú, það er mjög einfalt í sjálfu sér, en það þarf náttúrulega að fara inn, ef þið eru búin að gleyma aðgangsorðin ykkar að Fantasy Marketing League, að þá getið þið náttúrulega farið inn á mailið ykkar og leita bara að Fantasy Marketing League. Hvað er þetta? Þetta er snarlegt. Og þá leitið posti frá Matthew Aaron sem að inniheldur þetta important referral partner login information. Smelli á það og þá er þetta usernameið og passwordið ykkar. Það er svolítið skrítinn og þið getið smellt bara á þetta hérna. Takið þetta, afritið þetta, copy, passa bara að vera nákvæmlega á stöðvunum, ekki fara til vinstri hérna eða til hægri, þá virkar það ekki. Og pastið hérna þessu, náið passwordið. Hérna, copy, pastið hérna inn, login og síðan farið hérna í link generation, link generator hérna og þá er þetta hérna linkurinn sem þið notið. Takið þennan link hérna kópirið hann, farið inn á grúppuna, FML grúppuna þessa hérna og þessi póstur hérna er efst inn í grúppunni. Þetta er svona leiðbeiningapóstur sem að sýnir hvernig þetta er gert og hvernig er postað á grúppur og svo framvegis. Ég ætla að hafa þessar leiðbeiningar á íslensku hérna fyrir þá sem að það vilja, en allavega þið farið hér og farið niður í kommenti hérna fyrir neðan, skrollið bara niður, segið I am in og pastið hérna þessum link hérna sem þið eru með og enter. Þá er það komið. Það sem að þetta gerir að þetta setur ykkur inn í Rotator
hérna á Facebook. Þetta er ekki sami rotator og við vorum með hérna daginn og það er hægt að sjá vídeo hérna sem að sýnir hvernig þetta er gert frá honum Matthew og svo er daglega rútína sem að allir þurfa að fara í gegnum til þess að auka líkurnar á því að fá fólk inn til sín vegna þess að við fáum punkta eftir því sem að fleiri skrá sig raunverulega í gegnum þennan link okkar sem við vorum að setja hérna í kommentið. Nú svo ætla ég að fara yfir það hvernig við athöfnum okkur þegar við erum að posta sameiginlega á grúpurnar. Og það sem við gerum þá núna til þess að kommenta á sameiginlegu auglýsingamyndina og deila þess á grúppur, þá einfallega förum við bara á þessa slóð hérna og þetta er sem sagt myndin og þetta er það sem við ætlum að deila. Við lækum þetta hérna og setjum inn komment hérna. Svona bara eitthvað komment að það komið. Svo deilum við þessu og það sem við gerum þá að við förum hérna í share eða deila og hérna uppi þá getum við farið í vali hvern við viljum deila þessu og við viljum deila þessu á grúppur og við veljum þá hérna eina grúpp hérna og ég gerir ráð fyrir því að þið séu búin að sækja í þó nokkuð mörgum grúppum eða séu aðilar að þó nokkuð mörgum grúppum. Það er náttúrulega algjörn must. Þannig að nú ég ætla bara að ná í hérna grúppur sem ég er búin að búa til hérna fyrir þennan aðila sem ég er inn á aðgangna hjá og kopera þetta, pesta hérna inn og þá kemur niður svona gluggi og þið smellið á þennan glugga svona og síðan setið þið kannski bara einhvern smá texta hér. Þið ráðið því reyndar. Ég ætla að setja þetta hér svona, pesta þessu hérna inn og svo fyrir hér og deili. Þá fæ ég þetta hérna upp. Þá fyrir ég aftur hérna vel aftur hér grúpu, næ mér í aðra grúpu hérna hérna copy paste, smelli hérna á og set bara sama textan copy paste
og svo framvegis. Klári bara einhverja 10, 15 eða 20 grúpur eða hvað það er, og þetta gerum við bara á sem sagt hverjum degi, og þetta eykur líkurnar á því að við fáum punkta. Það er að segja að nafnið okkar komi oftar upp í þegar draftið eða drátturinn verður 7. maí, að þá getum við eigum möguleika á því eftir því sem að við erum duglegri og fáum fleiri til að skrá sig í gegnum linkin okkar í gegnum þessa sameiginlegu auglýsingu sem við erum með hérna á grúpunum, að það gefur okkur meiri möguleika á fleiri punktum. Og það sem að raunverulega gerist þegar við erum alltaf að kommenta og deila og alltaf að kommenta, og fólk er náttúrulega að gera þetta á mismunandi tímum, að það sem að gerist er að þessi sem sagt auglýsing sem að er inn á nokkrum hundruðum grúpa kannski, að hún færist alltaf eftir því sem að oftar er kommenta, hún færist alltaf ofar, og þú veist í hvers skipti sem einhver kommentar í viðkomandi grúpu. Og svo þegar fólk fer að sjá öll þessi komment og hérna við þessa auglýsingu, þá fer fólk náttúrulega það vekur forvitni og fólk fer að spekula í þessu. Nú, ég ætla að vona að þetta hafi verið einhverjum til gagns, og láta þeim bara vita ef að eitthvað vantar, og ég vil biðja alla aðilega með að láta þá sem að eru í hérna þeirra liði, þeirra tími, láta þá vita af þessu myndbandi og láta vita af því að þetta sé í gangi hjá Fantasy Marketing League. Bye bye.